Sest hjá mér María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur. Velkomin, María. Takk. Við ætlum að ræða aðeins þetta sem hefur kallað hrelliklám. Þú ert á stundunum doktorsnám við Sussex háskóla í Bretlandi og ert að rannsaka, að mér skilst, ósamræmi í lögum einstakra ríkja Evrópusambandsins og alþjóðlegt eðli internetsins og áhrif þessa á mannréttindaskuldbindingar. Og þú varst hérna fyrir nokkrum vikum með fyrirlestur þetta í sambandi við þá þetta sem að kallað hefur verið hrelliklám eða hefndarklám. Geturðu sagt mér þess bara hvað það er? Já, ég held að kannski stóri vandinn er að það er svo erfitt að setja orða á nákvæmlega hvað það er. Vegna þess að í grunninn er þetta þegar viðkvæmar upplýsingar, til dæmis myndir eða myndskeið af fólki í ögrandi eða kynferðislegum athöfnum birtast á netinu án þeirra samþykkis. Og þetta er ekkit sérstaklega þægileg skilgreining og þetta er ekkit eitthvað sérstaklega einfalt orðalag. Og það sem þessi mál hafa líka svolítið glímt við er að til að byrja með þessi fyrstu mál sem voru að koma upp svona kringum 2011 að þau tengdust öll einhvers konar hefnd elskanda og þaðan kemur þetta orðalag, þetta hefndarklám, þetta revenge porn. Og þessi hugtök er auðvitað gildishlaðin og hugtakið klám er auðvitað mjög gildishlaði líka og það er kannski erfitt fyrir þann sem að verður fyrir svona að sætta sig við það að mynd af honum flokkist sem klám bara vegna þess hvernig einhver annar hugsanlega geti upplifað. Þannig að í sjálfu sér er þetta birting viðkvæmra persónuupplýsinga á netinu án samþykkis þess sem að á myndinni eða á vídeónu er. Það hafa verið lögð fram frumvörp hérna það að taka í rauninni þessi sérstöku brot inn í hegningarlögin til þess að auðvelda saksókn þessara mála. Þau hafa ekki náð fram að ganga. Geturðu sagt mér aðeins af hverju það er? Er þetta svona flókið? Ég held að í gildandi framkvæmd, í lögunum eins og þau eru núna, að þá er ákvæði sem að fjallar blygðunarsemi einstaklinga. Það verður notað fyrir þessi? Já, og það er það sem ákæruvaldi hefur gert, að þau hafa beitt þeim ákvæðum til þess að ná utan þessa háttsemi. Síðan er líka ákvæði lögum sem að fjallar að maður megi ekki greina frá einkamálum annarra. Það er enda með frekar lágum refsiramma og hefur ekki verið beitt í svona málum. Og það sem að lögregla og ákæruvald hafa gert í þessum málum er að finna leiðir til þess að nota gildandi ákvæði til þess að ná utanum þessi brot og það hefur gengið ágætlega. Það hafa nást fram sakfellingar í nokkrum málum en það eru þetta ákveðin vandi sem að var í þessum frumvörpum sem voru lögð fram. Þau kannski það voru svona ákveðnir gallar í þeim sem að auðveldlega er hægt að sníða af og bæta þau frumvörp og gera þau betri þannig að ná betri tilgangi sínum. Ég held að það hefur ákveðin umræðan það þurfi ekki að breyta lögunum vegna þess að núna er ákvæði sem er hægt að nota. Já, meðal annars dómsmálaráðherra taldi ekki sérstaka þörf á því og þrátt fyrir að sé í rauninni rætt þetta og þörfin á þessu í stjórnarsáttmálanum og þú ert ósammála því. Já, ég held að það sem að dómsmálaráðherrann er að segja það er mjög líkt umræði sem átti sér stað í Bretlandi svona 2013 og 2014 og þá voru til dæmis gefnar út tilkynningar frá ákæruvaldinu þar að svona brot væru nú þegar refsiverð og gildandi lög næðu utanum það. Samt sem áður að það var raunveruleikinn þannig að það voru svo margir sem að vegna þess hvernig ákvæðið er orðað sem náðu ekki fram réttlæti eða upplifðu að réttarvörslukerfið næði ekki utanum þau brot sem að þau upplifðu og þannig að þrátt fyrir að það væru ákvæði sem væri gildi það voru sett ný lög, lögunum var breytt til þess að gera þau skýrari og það er það sem ég held að við þurfum að gera hérna líka og það er ekki bara fyrir þá sem að verða fyrir svona brotum, það er líka bara hagsmunir réttarkerfisins að tryggja að það sé fyrirsjáanleiki í löggjöfinni. Bara sakborningana jafnt sem brotaþola? Algjörlega og þetta er hreinlega bara réttaröryggissjónarmið að tryggja það að löggjöfin endurspegli veruleikann og að hún sé framkvæmleg og þetta auðvitað hefur ítrekað
líka komið fram í dómaframkvæmd hjá Mannréttindadómstólnum. Þetta er sjónarmið sem að þau byggja á margoft og nú síðast bara í dómi gegn Íslandi, Ólafsson gegn Íslandi, sem kom núna í mars, þar sem að dómstóllinn segir það hreint út að það er ekki nóg að hafa lög, það þarf líka að vera ákveðin gæði í lögunum og þau þurfa að vera fyrirsjáanleg og þau þurfa að tryggja réttindin í raun. Og það tengist líka inn á skuldbindingar ríkisins til þess að tryggja persónuvernd einstaklinga á netinu. Og sko, við náttúrulega erum aðilar að þessu mannréttinda skuldbindingum. Erum við þá í rauninni ríkið og yfirvöld að bregðast þeim með því að gera þeim ekki auðveldara fyrir að ná fram rétti sínum í þessum brotaflokki? Nú er lögfræðingur, þannig að mér finnst erfitt kannski að segja eitthvað svona í stórum skrefum, en ég held að það þurfa að gera betur. Það er alveg ljóst. Og sú staðreynd á rætur í mannréttindaskuldbindingum ríkisins alveg óumdeilanlega. Þú talar framkvæmanleika, sko, þetta er náttúrulega tæknilega flókið og maður svona hefur, það sem maður hefur lesið þetta, þá upplifir lögreglan sig að einhverju leyti vanmáttuga gagnvart þessu. Erum við ekki að gera nú vel þar, vantar mannafla, tæknikunnáttu, hvert er vandamálið þegar fólk leitar til lögreglu með svona mál? Sko, næsti hluti í rannsókninni minni lítur einmitt að því að taka viðtöl við lögreglumenn til þess að skynja, til að fá í raun og veru bara á hreint hvað það er sem að þeir upplifa. Og sambærileg rannsókn var gerð í Svíþjóð árið 2015 og það var augljóst að sem sagt, brot sem að vörðuðu réttindi einstaklinga og áttu sér staði gegnum netið, 90% þeirra fengu ekki framgang í gegnum réttarkerfið. Og sænsk yfirvöld hugsa þetta er skrítin tölfræði, hvað er það sem er að? Og þau tóku viðtöl við lögreglumenn og niðurstaðan var svo að lögreglumenn upplifðu að þeir hefðu ekki nægilega þjálfun, þeir hefðu ekki nægilega þekkingu, þeir hefðu ekki nægilegan skilning á þessu tæknilega umhverfi sem að samskipti í svo miklu mæli eiga sér stað núna. Og það var niðurstaðan í Svíþjóð árið 2015. Ég þori ekki að fullyrða hvort að það sé það sama hérna á Íslandi, en það er En það er augljóslega flókið náttúrulega lagaumhverfið í kringum þetta. Það er oft eru svona, ef við tölum myndir eða myndskeið birt á síðum sem eru hýst ekstra allt annar staðar en undir okkar lögsögu. Sko, hvernig getur þetta tala saman? Þarf eitthvað svona samstillt átak fleiri ríkja, hvernig er hægt að leysa þetta? Þetta virkar eins og eitthvað svona baráttu við vindmyllur. Þetta sé í rauninni bara ómögulegt að koma böndum yfir interneti þarna eins og á mörgum öðrum sviðum. Ég held sko að öllum tæknibyltingum hafa fylgt einhverja lagalegar áskorunir. Það gerist með útvarpi, það gerist með fjölmiðla, það gerist með prentmiðla, það hefur gerst með allum þessum tæknibyltingum sem að breyta samskiptum fólks. Það sem er öðruvísi við internetið heldur en þessar tæknibyltingar sem á undan hafa gengið er hversu mikilvægur hlutverki einkaaðilar gegna á netinu, miklu stærra heldur en hefur verið í þessum öðrum tæknibyltingum og staða ríkjanna er allt önnur og þetta er bara mjög flókin veruleiki algjörlega sem að hefur reynst erfitt að ná utanum. Margir þessir einkaaðilar sjá núna Það er stór svona fyrirtæki eins og Facebook og Google og Snapchat og þetta. Algjörlega, og þessi fyrirtæki hafa í auknum mæli hreinlega séð bara viðskiptalega hagsmuni sína í því að reyna að koma í veg fyrir að svona efni sé sett upp á síðuna þeirra. Og það kveikir þá þetta líka spurninguna sko, erum við þá, þegar við erum búin að samþykkja skilmálana hjá stórum tæknifyrirtækjum, þar sem að flest okkar samskipti eiga stað. Ég meina allir, langflestir Íslendingar eru á Facebook og ég man þegar Össur Skarphéðinsson, þáverandi þingmaður, sagði að það hefði verið lokað á hann á Facebook og hún var algjörlega misboðið vegna þess að hann hefði ekki lengur aðganga að vettvangi tjáningar á Íslandi. Og þessir einkaaðilar að þeir sjá viðskiptahagsmuni í því að tryggja sig betur og þegar við komum inn á þessu svæði þá þarf bara að huga því hvar sleppir íslensku lögum og hvar förum við bara inn í samningssamband við einkafyrirtæki. Og það hefur auðvitað gerst hreinlega að þessir einkaaðilar að þeir eru með mjög svona að mörgu leyti íþyngjandi samninga, til dæmis þegar þú
þegar maður notar Snapchat, að þá er maður búin að samþykkja það að Snapchat noti allt efni sem að maður býr til á Snapchat, alla filterana og allar þessar fyndnu djammyndir og allt þetta, krúttlegu barnamyndirnar, að við erum búin að undirgangast að Snapchat geti nota þessar myndir í markastilgangi fyrir sjálfan sig. Og það þýðir þá auðvitað það að einhvers staðar eru þær vistar, ekki satt, vegna þess að þeir geta þá hugsað sér að nota það. Við höfum líka undirgengist að þeir miði við lægri viðmið heldur við njótum samkvæmt íslenskri persónuverndarlöggjöf. Þannig að við höfum samþykkt það, bara með því að nota miðilinn, að njóta lægri verndar sem á stóð í mannréttindum. Og ég er ekkert að dæma það, ég nota Snapchat sjálf. Ég held að það sé mikilvægt við áttum okkur á þessum veruleika. Og þetta flækir auðvitað líka klárlega stöðuna fyrir ríki og fyrir lögreglu, en það eru auðvitað leiðir og það eru til kerfi svona nú man ég bara enska orðið, en sem að fela í sig þá að ríki geti átt upplýsingaskipti í rannsókn sakamála sem að eiga sér stað í gegnum neti. Það er ótrúlega þungur og langur og tímafrekur prósess og svona viðkvæm mál að þau þola ekki þannig málsmeðferðartíma. Þannig að það rýrir líka trúverðugleika lögreglunar gagnvart þeim þolendum sem að leita til lögreglunar í svona málum. Það sem er líka ákveðin vandi er að ákvæði sem við notum í dag, að það er það óljóst að það er erfitt kannski í samskiptum gagnvart tæknifyrirtækjunum að útskýra að eitthvað svona óljóst hugtak eins og blygðunasemi, að það sé eitthvað sem þeir þurfa að bregðast við. Það myndi líka vera betra fyrir framgang svona mála ef að löggjöfin væri bætt, hvað það varðar. Þannig að bara svona rétt í lokin, það þarf í rauninni bara að forgangsraða og mögulega veita hans meiri fjármunum í það að hjálpa lögreglunni að takast á við þetta. Það þarf líka að gera það, en ég held að það þurfi líka að skýra löggjöfina. Já. María Rún Bjarnadóttir, takk kærlega fyrir komuna. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, sest hérna hjá mér eftir örskamma stund.